Þær hljóta 6,0, 6,0, 5,8, 6,0 og 5,8. Og inn á gólfið komin hún Lilja Rún Sigurjónsdóttir, hún situr djást frá Skógarnesi, 7 vetra brúna, enda Hrannari frá Flugumýri 2 og Snotru frá Grenstanga. Lilja Rún keppir fyrir Miðás Miklholt og þú ætlar að gefa okkur greinilegt merki áður þú hefur þína sýningu, eða þegar þú hefur þína sýningu segi ég og gjörðu svo vel. Þá hún Lilja Rún mætt til okkar. Hún ætla að sýna okkur hér í kvöld lokaðan sniðganga tölti, bæði á baug og á beinuspori, hraðabreytingu á brokki og opin sniðganga á brokki. Þetta hennar æfingar. Hún held ég að byrja hér vendanlega í lokuðum á baug. Gengur nú bara frekar vel eða ekki? Ég myndi halda það. Þetta bara býsna góð æfing hjá henni. Góð sveigja. Já, góð sveigja, gott snið, góður gangtegund, hesturna kveldur, verður betri hérna í gegnum gangtegund. Heldur líka reiðleiðinni á baugnum vel, sko. Og hraða. Og hraða virkur. Þetta bara svolítið flott æfing. Og einmitt út úr þessu inn í beinspor. Ég áttum ekki alveg á því hérna undir lokin, sko. Byrjaði vel, ég áttum ekki á því hvort það misti aðeins sniðið, svona, hans erfitt átt að sé á því bara frá mínu sjónarhorni. En allan rosalega flett framkvæmt á hérna baug. Sýnist þetta stefna aftur í svolítið góða æfingu hérna. Svona aðeins lengi kannski að ná honum í sniðið. Tók smá tíma en endaði vel. Og það er svona aðeins meira upp á þessa hendi þar sem hann er í og úr æfingunni, kemur flott inn í það. Hann er ekki alveg að halda því. Ekki alveg jafn örugt eins og upp á fyrri höndina en engu að síður samt bara mjög góður punktar í þessu. Heldur betur. Þá hérna sýnir hann okkur tölt. Skemmtilegt. Svona létt stíkt tölt. Fannst mikið og mjúkt í þokkabót. Þannig að það held ég að þetta sé flott hjá henni. Svona líka kveld á því. Þá sýnum við okkur hérna svona milliferð eða hvað. Jú, ég held að frekar en hraðabreytingu eða hvað. Ég áttum ekki alveg á þessu. Hún er allan ekki með hraðabreytingar sem æfingu á tölti, heldur á brokki, þannig að mögulega var hún bara að skreita þetta smá með að setja hann upp í milliferði yfir skálinu og undirbúin svo fyrir hægatölti núna. Það bara gengur aftur vel. Já. Aðeins meiri kraftur í núna en aðeins ójafnari á því líka samantægi, sko. En fallegt. Kemur fallegt fyrir á tölti. Já. Og gangskipting. Mætti svona lyfta, ef maður ætti að gagnrýna það, væri það kannski aðeins að lyfta sig meira upp í herðarnar, en takturinn er góður. Fýtt svona, mér fannst vanda örlítið svifi þetta líka. Já. Mætti svifa eins meira að losa sig betur frá. En hérna, samt alls ekki slæmt stök. Mjög flott á brokki eftir. Já. Bara virkilega flott hérna, sko. Þetta aðeins meira krafti hérna á langhliðinni. Og sem ekki útgeislun og fas hérna á brokki hjá henni. Það var svona léttleiki í þessu, sko, bæði frá hrossinu og knabbanum. Já. Það er svona léttleikandi en líka með krafti. Já. Svo er hérna opinn á brokki til vinstri. Sko byrja vel, svo kom smá svona hérna hnökrar í það. Eða svona smá híka og svo endar hún aftur vel, fannst mér. Það er opinn sniðgöngur á brokki. Já. Hann gerði hann aftur og bara, mér finnst hann jafnari hérna upp á hæri, sko. Já. Og bara gengur nokkuð vel, sko. Finn snið og góð líkamsbeiting. Góð líkamsbeiting og hérna góð gangtegund. Batnar. Mjúk á því.
Já, hérna er með hraðabreytingin á brokki væntanlega sem var með sem æfingu. Já, Virkilega flott hraðaaukning, já, glæsilega já. brokki. Kannski smá svona ósætt í niðurhæfingu og svona ekki gott jafnvægi og verða aðeins ójöfn í taumsambandi og svona ekki alveg 100% sátt þar. Æja, þá hérna mistókst það örlítið hér held ég, en Já, hún er samt einhver síður búin að hérna ná einni góðu. Hún ætlaði samt að sína þér, nei hún þarf bara að sína eina við þessu útfærslu. já, Flott að hægutöld hérna. já, mjög flott að hafa töldið hana. Þakka ykkur fyrir Lilja Rún og Djást. Nú Elín Ósk og Brák hlutu hér fyrir sína sýningu hér á undan 5,93 og ég bendi á það að það eru allar tölur meðal einhvernig settar inn á viðburðin gæðingalist meistaradeildar ungmenna